Sölvi 3-2 sigur hérna á móti Fram, hvernig leiðir þegar lokahluti skalla? Þetta var mjög sáttur og hvað segir maður, relieved. Þetta var full óþarfa mikil stressað undir lokin og bara virkilega sáttur að við ná að landa 3 stigum á móti góðum förmönnum fyrst mér. Hvernig leiðir bara þegar þú sást þessar 9 mínútur á skiltinu hjá verðardómarunum og bara hvernig leið og þær komu skoruðu þér 30 mark? Það leiði ekkert frábærlega en þegar 9 mínútur komu, við vitum það að það var mikið meiðsli í leiknum þannig að við svo sem byggumst aðeins við í mínútufjöldanum en það var bara að halda áfram að reyna að grenda þetta út þannig að okkur tókst það og bara hrikalega sáttur með heildarframmistöðu liðsins. Hún var áttum frábæran fyrir hálfleik þar sem við stjórnum gjörsamlega leiknum og áttum fullt af skotum og góðum færum. Hefði viljað sjá okkur nýta því aðeins betur og vera með starra forskotinn í hálfleik en bara flottur leikur og eitthvað sem við getum byggt upp á. Kannski svona stærsti punkturinn í leiknum er að Gylfi Sig náði að brjóta ísinn hérna í Víkingstreyjunni. Það bara hlýtur að vera bara mikil ánægja fyrir Víking að sjá það? Já, klálega. Hann er búinn að vinna hart að þessu og það er bara flott að hann sé kominn á listan yfir markaskorara. Við vissum að það myndi koma að því. Hann leggur rosalega mikla vinnu á sig inn á vellinum og það sjá það allir að hann vinnur virkilega mikið fyrir liðið og bara ánægja fyrir hans höndan á fyrsta markinu fyrir Víkinga. Hvernig finnst þér bara svona sem byrjun að fara af stað? Ég held að það sé núna bara á toppnum við Skjaldarstykki, kannski mikið verið búin að tala bara eins og það hafi verið svolítið svona basl byrjun en svo bara eins og segir mættur á toppinn? Já, það er náttúrulega mikla væntingar gerðar til Víkings. Við erum náttúrulega með rosalega stóran hóp en við erum líka átt okkur á því að við erum búin að vera að díla við mikið af meiðslum og nýju leikmenn að koma inn í þetta og það tekur alltaf smá stund að slípa okkur saman og það er ekki kjörin aðstæða þegar menn eru að droppa frá þetta meiðslum svona mikið, líki leikmenn sem okkur vantar en við bara höldum áfram og við reynum að lagfæra það sem það þarf að lagfæra og það þýðir ekkert að setja hausinn í sandinn þegar illa gengur, við bara kassan út og reynum að finna lausnir og halda áfram að þróa okkur leik og mér finnst við vera á rétti leið en við eigum klálega inni þannig að það er ekki slæmt að vera á toppnum og finnast og eigir nokkra gíra eftir inni. Eitthvað svona sem ég veit að margir Víkingar voru svolítið leiðir yfir í leiknum í dag. Ingvar Jóns fer út af middur, fer 2 sinnum þarna niður, veistu hvað meira? Sýndist ég sá hann haldur nárann? Nei, hann fekk aðeins fram í læri en þetta var svona krampatilfinning og ég veit ekki hvort hann hafi bara tekið skynsamlega ákvörðun að reyna ekkert á þetta, frekar að fara út og vonandi er þetta ekki alvarlegt. Minnum mig einhvern tímann áður farið í byrjunum mót svona niður, stannst eitthvað svona í stöðun á hann, er hann alveg hildilega hvernig það náði? Hann virkaði nú ekkert rosalega stressaður yfir þessu en við verðum bara að meta það á næstu dögum og hann fer nú bara hjá sjúkraþjálfarateyminu og þeir munu skoða það betur. Svo framhaldið núna, 5 leikir búin sem segir þeir eru á toppnum, bara svona hvernig metur núna bara á komandi leiki? Bara við höldum áfram að þróa okkur og reyna að bæta okkur frá leik til leiks þannig að ég er sáttur með frammistöðuna í dag. Það er margt sem við getum byggt ofan á þessa frammistöðu og það er mikið léttir að fá loksins sigurtilfinningun aftur. Við erum búin að ekki kynnast henni í 3 leiki þannig að ég er bara sáttur og við ætlum bara að byggja ofan á þetta og halda ótrauðir áfram. Svolítið hefur það vel.